Já, velkomin að Rauða borðinu. Það verður hellingur í þættinum í kvöld. Kristín Svava Tómasdóttir kemur í lok þáttarins. Hún ætlar að segja mér frá Farsóttarhúsinu. Hún skal heyra bók það í Þingólfsstræti og segir í gegnum sögu þessa hús, eiginlega sögu bara heilbrigðiskerfisins á Íslandi og þar með íslensk samfélags. Þetta hús var fyrst í svona spítalinn, formlegi spítalinn í Reykjavík og endaði sem gistiskýli fyrir útigangsmenn og inn í þessari sögu margt að segja og Kristín ætlar að segja okkur frá því. Það kemur líka Andrés Magnússon sem læknir og tók mikið þátt í umræðinu samfélagið eftir hrun. Og hann hefur sett saman bók fjármálakerfið og mér grunar að hann upplifi það svona sem að það sé sjúkt, svo ég legg út frá því að hann sé læknir. Eitt af aðalmálum undanfarna daga hefur verið aukið ofbeldi og gengi í Reykjavík. Helgi Gunnlaugsson kemur rétt á eftir og við ætlum að ræða það, hvaða þróun hér í gangi. Hvort það sé einhvers að óttast, til hvaða aðgerða má grípa og hverra má bara helst ekki grípa til, eins og oft En við byrjum á fréttum dagsins og hún hérna úr María. Velkomin. Já. Hvað að frétta? Heyrðu, það náttúrulega eins og þú komst inn á þetta varðandi ofbeldið í samfélaginu. Það búið að vera náttúrulega í öllum fréttum núna hnífaárásinn á skemmtistaðnum í Bankastræti. Já. Og líka, hvað var það ákæra núna út af hnífa slagsmálum í Borgarholtsskóla? Já, fyrir ári síðan. 5 sem voru ákærðir í því máli og þeir eru allir með einhverjar Það eru yngri krakkar, yngri strákar. Já, það? Já. Það er svona frekar ungt fólkið í þessari hnífaárás og það er svona frá aldrei 19 til 30. Segir lögreglan. En Jón Gunnarsson lýsti við stríði? Já, hann bara í stríði gegn skipulögðum glæpum og það svolítið svona eins og hann sé að hoppa á þetta og nýta sér tækifærið og krefist þess að fá aukið fjármagn og náttúrulega vopnvæða lögregluna. Já. Þannig að já. Fyrst og fremst að fá það sem hann kallar forvirkar rannsóknarheimildir. Já, einmitt. Og hann vill fá rafbyssur. Jep. Og hann eitthvað svona þannig atriði sem hann vill. Já. Ég fór eitthvað að fletta upp hvað lögreglumenn sjálfur segja þessi mál. Já. Og fann Fjölnir Sæmundsson áður en hann varð formaður. Það var kosning hjá löggunni. Fjölnir Sæmundsson bauð sig fram á móti Snorra Magnúsinni sem að tala alltaf svona svolítið eins og Jón Gunnarsson. Talaði svona fyrir að löggan ætti að vopnast og eitthvað svona. Og einhver leiti kann að vera að þær kosningar hafi sýnt svona vilja lögreglunar. En Fjölnir sá hann var varaþingmaður. Veit ég hvort ég held að segja ekki lengur. Nei. Hann var varaþingmaður VG. Og ég fann eina ræðu sem hann hélt 2019 held ég. Hann sigraði þessa kosningu. Hann vann. Já. Þannig að svona mildari armurinn vann á löggunni. Hann var að segja, ég man ekki alveg hvernig töluna voru, það var eitthvað það að ferðamönnum fjölgaði 200% á okkur tímabili, bílunum á götunum 50%, en lögreglumönnum fækkaði 11%. Já, einmitt. Þannig ég held að Jón Gunnarsson sé ekki að fara að auka framlög til þess að fjölga lögreglumönnum. Það spurning, hvort hann ætla að setja það í bara vopn. En sást hann í kvöldfréttunum? Rúf. Hann var spurður hvað þetta mikið, og er þetta nokkra 100 milljónir, er þetta meira það? Nei, meira en það. Er þetta milljarður? Já, þetta er meira það. Nei. Og einhvers staðar sagði hann þetta væri svona, ég held að segja að búa til plan sem upp á 5 milljarða. Já, einmitt. Tolli Morten segir á netinu í dag að hættulegasti maðurinn hann refsi vörslukerfisins í dag, segir Jón Gunnarsson. Hann sé að kveikja elda. Já. Þannig að það ekki... Hann búin að vera því allt haust, Já. Það sem eldur, eitthvað vandamál, þá kemur hann með bensin. Meiri, já. Það mæti með bensin. Já. Flóttamannamálið, hann bara sprengdi það upp, Akkurat. Að það væri flóttamönnum frá Palestínu og Afganistan að kenna að hér var innviðunar að brotna. Já, einmitt. Herðu, ætlum við meira. Við ræðum þetta náttúrulega við Helga, en við ekki segja mikið þetta. Helgi veitir allt saman. Já, einmitt. Herðu, svo það verkalýðsmálin
og Þeir eru lokaðir inni, það voru já, í dag, einmitt. þeir eru ekki lokaðir inni, það heitir það þegar ríkisáttar sem er gerir lokar einhver inni. það er lokar það inni. En það var langur fundur í dag sko, byrjaði klukkan 10 og átti að standa til klukkan 6 Já, og það var það, spurðist út að formaður samtaka atvinnulífsins hefði mætt og Já. það þykir alltaf benda til þess að þetta sé komið svona aðeins lengra. Hann er svona endakallinn, þeirra, þannig að Halldór Halldór Benjamin má Benjamin segja mætir eitthvað svona, svo þegar endakallinn er komin að Já. þá getur ekki bakkað. nei, einmitt. Og það var bentið til og við skrifum þetta á samstöðunni Já, einmitt. að SA vill hafa stuttansamning. Já, já, Það var boðið eitthvað eingreiðslu til þess að mæta kaupandarýrnunni sem er á þessu ári já, já, og síðan bara litla launahækkun, 17.000. já, já. Svo mun vera eftir svo kallar hagvastrauki sem að kom núna á þessu ári 10.000 skall. Það er reiknað með að hann komi aftur af því að það er náttúrulega búið að vera mikill hagvistur á þessu ári. Það er reynd að reikna með hagvisti á mann. Það er Íslendingur vil líka fjölga mikið en það er samt þannig að hann mun koma svona 10.000 skalli viðbót. Já, Þannig að Svo er miðað við Ásgeir. tilboðið þeirra að þá sem er á svona kringu 370 krónum á lægstu launum, hann mun fara upp að 400 skalli einmitt. en verðbólgan náttúrulega getur það upp þannig að það Já, já, en svo er Ásgeir Jónsson búin að svona hálfpartnir lofa því að það verði ekki sérst að tími vaxtahækkana sér leiðin og eitthvað svona, en það verður vaxta ákvörðu núna á mikudaginn ég meina, einmitt. en það er mjög þólíklegt að hann hækki það en planið er og að sömuliti þá En hann er búin að vera mjög harður við verkefnisræfinguna í rauninni líka bara að skipa þeim að henni að vera bara þæg sko. Já, það er þannig að það er eins og SA leggur þetta upp, þá þarf að ná eins miklum launahækkunum hægt er án þess að Ásgeir hækki vextina Já, já, og þeir segja þetta sé svona cirka og þá koma hinni líklega á móti já, já. en ef að það á að fara að búa til stuttasamninga sem að ganga út á það að leiði til vaxtalækkunar til þess að kaupmáttarýrnunni sem er afleiðing af hækkun húsnæðiskostnaðar gangi tilbaka að þá verður líklega ekki samið mjög háa launahækkanir Það er mjög hæpið sko. og það er verið að ræða það þannig einni. Sjáum hvað kemur út úr því. Já. Meira? Herðu, það er fótboltalandslið Írana tók þátt í mótmála öldunni í gær með því að Í dag, ég horfði á Nei, þetta. fyrir ekki í dag. Ég horfði á þetta. Já, að neita því syngja þjóðsöngin. Ég hef ekki hort á fótbolta en Lengi. ég horfði á þetta. Þú horfðir á þetta, Ég kveikt á sjónvarpinu kveikt á Bara rúf og sá það að vera í gangi tilviljun að þú sást þetta. og ég spólaði sko aftur til þess að Já, geta sé hvort geta þeir hafi séð. sungið Já, einmitt. og þeir gerðu það ekki Nei, og voru mjög alvarleg við það. já, Mér fannst nú lýsandinn, hann fattaði ekki alveg hvað var að gera þannig þetta væri alveg mótmæli því að og er hann ekkit já, hann taldi að þeir takki ekki undir og svona kannski gera þar aldrei eitthvað svona tónum sko. hann er ekkit að fylgjast með þarna En síðan boðaði hann það að enska liðið yrði með mótmæli Já, já, og svo var kastað upp okkur þetta að byrja já, og Íranir átt að byrja já, og þá þegar svona, í það mun þegar leikur átt að byrja þá fóru þeir annan nýjað enska lið einmitt. en hins vegar voru svolítið stressaður yfir því að Írani getur bara að byrja leikinn þess að þeir var á öðru Þetta nýjanu hreyfir sig. þannig að þetta var eiginlega sko bara, ég held að hann fyrirlið þeirra Kane hafi verið bara innan við sekundubrót Já, á nýjanu bara rétt niður og upp. Já. en það var náttúrulega miklu stærri mótmælin hjá Írunum, því að þeir eru að já. setja sjálfan sig og fjölskyldi sem hættu og hann segir sko Esan Haisafi fyrirliði karlalandsliðsins í Íran í fótbolta, hann segir bara að það þurfi bara að horfast í augu við ástandið, að það sé ekki gott í Íran og og það þurfi að standa með fólkinu, að því þeir væru bara ekki neitt án fólksins. að þetta er landslið almennings í Íran, þetta er Já. ekki landslið klerkastlið. Augljóslega ekki. Það er svolítið öðruvísi Svolítið, heldur mér en finnst líka svolítið sérstak bara að hvað öll þessi íþróttarhefing hefur einhvern veginn staðið sig frábærlega í því að mótmæla þannig í Íran. en hín landsliðin eru svolítið landslið knattspyrnusambandsins og FIFA Já, einmitt. og þeir taka af sér regnboga fánan Já, já, og annars líkt og eru hlýðnir. já. En svo eru sem mannréttindasamtök sem að hafa kallað eftir því að Írunum bara verði vísað á keppni vegna mannréttindabrótana þar. Þetta er allt farið að fara svona kriss-kross og sama kannski með ástandið í sko, þú veist, Íranir eru farnir að skjóta núna á
þorp Í hjá Kúrdistan. Kúrdum í Kúrdistan og Kúrdar eru að skjóta á Tyrkland og Tyrkir eru að skjóta á Sýrlendinga og þetta er allt fórið kriss-kross sko. Já. Þannig að það er ástand. En það heldur áfram, mótmælin halda áfram. Já. Herðu, Já. Næsta mál, það er kannski myglan í leikskóla í borginni sem var flutt í bráðabirgðahúsnæði í Kringlunni í Reykjavík. Það sem er mygla. Það sem er mygluhúsnæði líka, þannig að þetta er eiginlega bara alveg lýgilegt ástand. Fara úr myglunni í mygluna. Fara úr myglunni. Það var reyndar, það sem koma þessi krakkar, koma það sem var ekki bara mygla, heldur var líka skolpmengun. Já. Þannig að þetta er kannski skárra að hafa bara mygluna. Kannski illskárra, það er spurning sko. En það var gefið grænt ljós, ég menna heilbrigðisyfirvöld gaf grænt ljós á þetta og svo að við ætlustum bara til að það eru lokaður hurðirnar hann á milli hæða. Þannig að þetta er alveg... Það gleymdist. Þetta er alveg ótrúlegt mál. Og skólastjórnandinn sagði að börnin væri miklu veikari núna heldur þegar voru í skolpmengunni. Þetta er Grandaborgar krakkar. Já, einmitt. Svo kannski bara svona úr loftgæðunum, mygluðu loftgæðunum yfir í loftslagsráðstefnuna. Það var ekkert að frétta? Það var bara nánast ekkert að frétta. Þannig að það er mikil vonbrigði víða með þessa loftslagsráðstefnu. Það er svona náðist eitthvað samkomulag með að setja á koppinn einhvern svona viðlagasjóð eða þannig en það er kannski það eina sem að sumir eru eitthvað ánægði með. En það er ekki búið ákveð hvað á ríjónum, ekki búið ákveð hverjir ætla að vera með, ég held að Danir og ykkur fleiri hafa lýst í að ætla að vera með, en það er ekkit vita hvað þetta verður stórt eða... Auður Anna Magnúsdóttir framkvæmdastjóri Landverndar segir niðurstöðurnar á þessari ráðstefnu hafa verið svona varnarsegur. Nú. Já, hún og það og olíufélögin hafi ekki bara tekið þetta alveg. Já, einmitt. Þannig að þetta er mikil samt vonbrigði. En ef á að bjarga heiminu þá verður að gera með öðrum aðferðum heldur en þarna voru notaðar. Já, það verður ekkit bla 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 greinilega. Það með vera? Herðu, það er bara spurningum að fjalla eins kannski þingmál, það var að hreinsa upp þingmál á Alþingi í dag. Já, ég var að skemmta mér að horfa á þetta. Já, einmitt. Hlusta og fólk tala Birgir Þórarinsson skjaldarmerkið. Tala skjaldarmerkið og svona. Jakob Frímann að fella niður vask á rafskipum. Einmitt. Já. Hvað finnst þér mál Birgir? Þetta er verið að hreinsa upp þingmannamál vegna þess að þetta merki það að ríkisstjórnin er ekki bara tilbúið með einn mál. Þannig að núna mega bara þingmennindi koma með sín mál. Og Birgir vill skipta skjaldarmerki. Já, ég er bara innilega sammálanum, ég er bara að taka niður til skjaldarmerki. Akkur Að því bara þetta er náttúrulega bara danska skjaldarmerki krúnunar frá því einhvern tíðan 1700 og svo. Þetta var konungur Íslands. Já, ég ger mig grein fyrir því. Ég veit það. En við erum ekki með hennan konung lengur og þetta er svona æðsta stofnun landsins. Þú segir ekki bara dáin og jarðaður. Eitthvað hann er grafís. Hann var konungur Íslands. Já, hann var það kannski. Hann kom með stjórnarskona. Já. Ég sem að við erum ennþá með notabenni. Við kannski viljum, ég er alveg En Ísland var konungsríki sko á þessu tíma. Já, ég ger mig grein fyrir því. En við erum það ekki lengur og við viljum fá nýja stjórnarskrá til dæmis. Ég held að það sé misskilningur sko, að halda þetta að sé danskt þetta er ekki danska skjaldarmerki. Nei, þetta er ekki danska skjaldarmerki. Þetta er dansk-íslenska skjaldarmerkið. Já, þetta er sko, ég kann ekki alveg þessa sögu sko, en við vorum í konungssambandi við Danmörku, að við deildum einum kongi. En ég, það eru margir sem voru í sambands, eru með, hvað heitir hann? Karl Bretaprins, sem er núna kongur. Karl III, er hann ekki? Karl III, já. Þriðji, eitthvað svo. Það eru mörg lönd sem að vilja losna við hann. Já. Þannig að það finnst það vera enskur kongur, sem hann er, sem að það er þjóðveri. Og sömulítið Dani, hann er náttúrulega, kongurinn hann, Kristján IX, hann var kallað tengdapabbi Evrópu. Já. Og eitthvað af hans blóði er í Kalla. Það er hann ekki. Já, er það? Já, ég veist ekki. Þeir voru við gaman að hann kom með þetta, Birgir Þórarinsson, og þá kom Jakob Frímann, hann veitir til á sig þetta mál, og Tómas A. Tómasson. Og þeir voru 3 sem að töluðu bara þetta. Já, einmitt. Það er, já. Og þetta var Inga Sæland. Inga Sæland er sko kvartar síðan í fréttum í dag undan því að þau fá ekki athygli. Nei. Flokkur fólksins. Ég held að það sé rétt hjá henni. Það er örugglega alveg hárrétt hjá henni sko. Það er bara að þykja ekki nú svona fínt fólk. Já. Það er náttúrulega svona
svona ákveðin elíta stemminga í öllum svona umræðu þáttum og allir umfjöllum, sko. Þú þarft að vera í hópnum og ef þú ert að berjast fyrir örgjum eitthvað svona, þá ertu bara ekki þar. Nei, þá ert ekki dvolega kúl, og sko. það var mjög ábyrrandi að Inga fær allt annað trítment ef hún mætir í Kastljós eða alveg frá fyrsta degi, sko. eða hvað þetta heitir. Einmitt. Allt annað heldur til dæmis Bjarni Benediktsson sem að þó ætti að fá kannski trítmenti sem Inga fær. Akkurat, einmitt. En ég held eins vegar að því að við erum með þátt að við getum ekki raðað í hann eftir sko atkvæðatölum í síðustu alþingiskosningum. Við verum að hafa eitthvað svona val hvernig við hittum og hvernig við viljum hafa umfjöllunina. En ég veit ekki alveg. Við skiljum Ingu. Já. En við erum ekkert ofta bjóði, en það er ekkert verið bjóði. Jú, hún hefur komið hingað. Ásta Lóa var hérna bara um daginn. Já, Ásta Lóa var um daginn, já. Það er rétt. En við erum ekki, þetta er ekki elítum með þetta hér. Nei. Já, einmitt. Þá var þessi rosa, hérna eru eftirkoma bara læknar og prófessorar og stórrithöfundar. Stórrithöfundar. Ég held Kristín Svava sé hérna eitthvað stórrithöfundum Íslands. Ég held þessi með bestu bókina sem gefur út fyrir jólum. Mjög áhugavert að, einmitt. Hún getur allt. Hún getur ort, skrifa sagfræði, getur gert hvað sem er. Einmitt. Er þetta að vera? Herðu, bara kannski, fréttir helgarinnar eru kannski að síðasti skeggja þátturinn var fluttur hvað á laugardaginn. Já, hlustar á hann. Og ég er ekki búin að því, ég er ekki eigin til góða, sko. Hann er svona veikar en yfir. Já, það er svo erfitt að binda slaufuna hann í lokin, sko. Það er eiginlega, sko, þetta verður svona, eitthvað svona að reyna að draga eitthvað svona conclusion og svona. Já, en það er líka kannski að því það er náttúrulega ekki... hann verður að vera, sko, ég er ekki að... Já, en það er líka kannski að því það er ekkert komið conclusion í þessu máli í rauninni, þannig að... Hann svona dregur það samt gera svona. Já, hvað nýttist skeggja á fleiri en 10 bönnum, já, það er eiginlega örugt. Og hann fer svona yfir þetta. Þetta er mjög vel gert, sko. Ég er bara að segja að það er erfitt að enda svona. Hann boðaði það að það yrði sjónvarpsþættir í febrúar skeggja 2. Okay. Og ég hef nefnt að áður að í öllum löndum sem að við getum tekt okkur til, svona í okkar nágrenni, hefðu þættinur skeggja orðið að aðal fréttamálum. En það var ekki hér. En það var ekki. Og ég skilði ekki á hverju öður. Annað sem er fréttir helgarinnar var föstudagsspjallið mitt við hana Ninnu. Það sem hún segir sögu móður sínar sem að var nauðgað af föður sínum og eignast konum 2 börn. Ótrúlega þáttur. Alls það sem ég þekki til hefði þetta verið stór frétt. Og hún er ekki út bókum þetta og ég hefði reiknað með að hún væri bara í öllum fréttum. Álfadalur. Þetta er alveg ótrúleg saga sem er þarna verið að opna og segja frá. En einhverleita vegna þá einhvern veginn rallar þetta ekki í fréttir. Nei. Ég skil það ekki. Einmitt. Þetta með vera? Nei, það er bara þá bara höldum við áfram að tala um fréttir dagsins og vikunar og hann Helgi Gunnlaugsson kemur hérna og talar við mig um gengi og ofbeldi og viðbrögð við því. Við ætlum að vera svo stutt, sko, en svo voru þetta alltaf lengi. 18 mínútur, er það nú svona í styttra með það? Það er hnífaárásin í Bankastræti hefur verið stórt fréttamál, skiljanlega. Lögreglan er að elta leit upp yfir 30 manns og þetta tengist mörgum og er óhugnanlegt að það ryðjist að mér skilst 30 manns inn á veitingahús og stingi þar 3 í einhverju sem virðist vera einhver svona gengja átök. Helgi Gunnarsson, afbrotafræðingur. Er þetta það? Getum við sagt það að við séum komið með svona eitthvað svona gengi? Já, það er svona ber svipmót af því. Þetta er svona minnstakosti hópa myndun, svona ungra karla, taka sér saman og gera þessa aðför, því að raunverulega er þetta ekki annað svona skipulög aðför að einhverjum sem þeim er í nöp við og það er einhver skipulagning þetta bakvið. Þannig að þetta ber svipmót af gengi eða gengja stríði. Og bara morðtilraun?
Já, ég raun að vera það. Þegar menn eru stungið 7 sinnum, þú bara heppin ef þú drepur hann ekki. Það er ekkert annað tilraun til manndráps. Þegar þú ert með eggvopn þessu tagi og stingur þessu á þessa svæði hérna í kringum maga eða síðu, að það þarf ekki nema eina stungu til þess að bara að hljótist bani af, og það er bara mildi að svo var ekki þessu tilfelli. Þannig að við erum eitthvað hálfgerður svona áfall yfir þessu að þetta skuli vera komið hjá okkur, að skulu vera aðtafið þessu tagi sem við höfum síðan meira kannski erlendis, og svona, mér er svona ágæðvert að hugsa til þess að það var eitt kollegi minn sem var með mér í afbrotafræði náminu fyrir 30 árum í Bandaríkjunum og hann er svo mikill ágæðmaður gengi og er að rannsaka gengi í Bandaríkjunum og er núna á Austurströndinni prófessor, að hann var alltaf svona í mörg ára alltaf að senda mér nót og segja að nú þurfum við að fara að koma ykkur samanburða stúdíu á milli gengina sem ég er að skoða og það gengið þín á Íslandi sko. Og mér þótti alltaf svona hálf svona, ég bara vissi ekkert hvað nokkur gengi væri á Íslandi og ég fór aldrei að stað mér neitt verkefna því tægi að fara í einhvers konar úttekta á gengjum á Íslandi sko. En það kannski núna kannski að þá kannski er komin einhver svipmót af því að maður fara að sjá svona gengi en þetta gengin í Bandaríkjunum, þetta er oft svona búin að vera í langan tíma og þeir eru með ákveðin nöfnu þetta og þeir klæla sig upp samkvæmt því og þetta er svona ákveðið starf og þetta er svona einhver gengi einhver að kalla mestmegnis og svona einhver kallmennsku mórall mikill í því, svona vöðvar og allt þetta og smá undir heimastarfsemi og fleira. Og smá stundum bara heilmikið. Já, heilmikið, sko, eftir atvikum, sko, en svona oft svona á götunni, dálítið að selja eitthvað á götunni og kannski einhver tengsli stærri aðila sem koma með heilsalar með einhverju svona efni sem eru forboðin og fleira, sko. Þannig að þetta er svona gengið það sem er sín ákveðin endurnýjun, sko, og þú veist, og menn raunlega kannski vaks upp úr þessu sumi hverjir, sko, allt það, sko. Þannig að þetta er svona að tradisjónilega bakvið svona gengjamyndun í bandarískum stórborgum og þetta er oft svona minnihlutahópar, þetta er oft svona þjóðernisminnihlutahópar, þetta er hópar sem eru á jaðrinum, utanvelt í skóla og allt þetta. Ég bara sá þetta ekki neitt svona lengi vel hérna á Íslandi sko, þetta 10. áratugnum og svo byrjunina 20. og 21. aldar og svo nefndar ekki að senda þessa beiðni til mér lengur sko, en ég ætti nú kannski að vera að segja vinnum, nú er kannski komið tími til að fara í einhvers konar gengaanalýs á þetta, þetta er svona einhvers konar svipmót af því sko. En þú segir að einkenni séu að þetta séu ungi kallar, þar sem að safnast mikið saman, svona, hvað hefur að segja, frá 15 til 25 ára. Það er ekki gott að hafa of hátt hlutfall af þeim á svæðinu. Kannski er það þannig í Bandaríkjunum að það sem að vantar eldri kynslur, að þau búið að setja henni í fangilsi, að þá kannski er öllamálu, ég þekki það ekki. En þú ert að hafa eitthvað svoleiðis ástand og þú ert að hafa kannski hópa sem hafa ekki innkomin í samfélagið. Muslimar í Frakklandi, svartir í Bandaríkjunum, það sem að það er saman hvað reynir á þig að þú færðileg ekki, þú finnur alltaf að þetta er allt bara, erum við komið þangað? Já, ég meina, í svona stórborg í Bandaríkjunum, ég hef svo sem alveg komið þar og ég lesi mikið til þetta, ég meina þessi gengja litteratúr og analýsa á einmitt þessum ungu karlmennum sem mynda svona ákveðna hópa. Þú veist, þetta er til í frá 7. áratugnum og 7. áratugnum í Bandaríkjunum. Við höfum þetta í Svíþjóð í dag. Klassísk afbrotafræði sko, og þetta er í Svíþjóð í dag og það sem við sjáum þetta. Þetta eru kallar sem einhver leita reki sig á. Þú veist, þetta er bara veikari bakgrunnur oft í fjölskyldu en líka þeir reka sig á í skólakerfinu, þeir reka sig á vinnumarkað, þeir komast hvergi að og þeir upplifa sig svona utanveldu og upplifa sig þannig að það sé kannski allir að móta þeim, þeir fá ekki neitt út úr þessu samfélagi, skólinn bara, þú veist, þeir rekur á burtu eða eitthvað, við sjáum það hérna á Íslandi, er ekki réttir í háskólanum hjá þér eru 70% konur og 30% kallar. Jú, einmitt þá maður stundum bara að velta fyrir sig, hvar eru kallarnir sko, þú veist, ég meina þetta er allt meira og minna bara konur sko og hérna, þeir eru kannski HR eða eitthvað, kannski fleiri kallar þar eða eitthvað, ég átta mig ekki á því, en auðvitað kemur á óvart að það virðist vera einhver vandi ungra kalla, hann er alveg klárlega til staðar og ég held að það ætti að fara að skoða það alltaf sérstaklega bara að kallar á jaðrinu sem einhver vildi vera utanvelt í skólakjörinu og ég meina þeir fá í sjálfsögur ekkert frá þessu samfélag, upplega ekki sem kannski sitt samfélag og þá fyllast þau oft svona kannski bitur og jafnvel reiðu út í samfélagi og það sem er svona gengjalitteratúr með þessu hópamyndarinn ungar kalla að þá verður svona öllu gildakerfinu eða snúið og haus þar sem þykir kannski svona eftirsóknarvert í þessu venjulega samfélagi að leggja hart að sér eða stefna háskólanám eða svona venjulegu fjölskyldulíf og allt þetta, að það verður kannski ekki alveg eins cool sko. Vegna þess að þau upplifa að þau hafa ekki aðgengi að því. Aðgengi að því, akkurat, búin að fá einhvern veginn þannig að þeir fá ekkert útrás fyrir það í samfélagin, þar að segja þeir bara reka sig á veggi þar sko og þá verður það sem verður cool en það sem kannski, það sem bara fullur á miðjum degi eða dópa eða ganga sem lengst í því að vera kannski sterkastur og það verður svona dálítið líka svona vöðvakúltúr kannski meira en kannski vitkúltúr og svona kannski streetwise og eitthvað svona
Þannig að það gildi ekki alveg snýst og haust. Það verður annars konar gildi en kannski gengur að gera í samfélaginu. Og maður er kannski áhyggjur af því að það sé einhver lit að gerast til dæmis í þessar hópamyndir sem við sáum helgina, í þessar hnífaárás. Að það sé bara ákveðin kúltúr í gangi og ákveðin hugmyndur í lífið sem einhverju leiti bara gangi berök við það sem okkur gengur að gerast í samfélaginu annar staðar og þar verður til einhver hugmyndafræði það að ef þér ögrað þá sé bara réttlætanlegt að beita bara ofbeldi sko. Þetta er hefndum. Já, bara hefndum og þú ert bara skítæll og eitthvað svona sko og það kemur upp svo mórall ykkur stórum hópi að þessi Jói þarna, hann er bara algjör skítæll, þetta gerðan þetta og ég meina, við látum ekkert bjóða okkur þetta sko og svo getur þetta verið svona eitthvað svona landamæra erjur kannski, menn tala einhverju öryggisvörslu eitthvað slíkt sko og það getur verið baráttum eitthvað að bita í því dæmi og líklega kannski eitthvað sem tengir slík undarheimar starfsemi eins og til dæmis fíkniefnasölu eitthvað slíkt. Þannig menn að bítast einhverja hluti sko, einhverja sölur eða þú ert búin að kannski vera eitthvað skipt á milli þeirra sem þú taldir að þú er hlunnfærin eitthvað slíkt sko, þannig að smá saman myndast einhver kritur á milli og svo verður þetta bara svona einhver vítarhingur, menn bara eru yfirbjóða hvern annan í sínum ögrunum sko. Þetta er bara sér samfélag sem hann lítur eigin lögmálum og er mjög erfitt fyrir utan að komast að eða inn í. Já, það getur verið það, sko, því það er ákveðin mórall í gangi og það er ákveðin vinamyndun líka þar, því að menn fá líka dálítið mikið upp úr þessari vinamyndun sem er þar inn í klíkunni, sko, þar færði kannski ákveðina uppreisn æru, sko, sem þú færð ekki í einu viðurkennda samfélagi, þú færð ekki í skólanum, ekki á vinnumarkaði, sem venjulega vinnumarkaði, en í genginu kannski getur unnið einhver leitu upp sko. Þá verður þetta þínir vinur sem stendur með og ef það er eitthvað gegn þínu gengi eða þínum hópi að þá ert þú tilbúin að kannski að ganga hansi langt í því að ná þér niðri á þeim sem þér er í nöfnið eða því. En það er líka annað sem tengir þessu sko, það eru leiðtogar sko og maður svona veltir stundu fyrir sig eins og með þetta miklu hópamyndin sem var í dag, þetta er hvað 20-30 einstaklingar sem eru þarna, það er einhver sterkur leiðtogi innan þessa hóp sko og ég kannski eldri en hinir og hann er kannski mjög áhrifamikill gagnvart yngri meðlumum eða öðrum í hópnum og maður þyrfti einhverju leita kannski að ná til þess aðila sko, til að einhverju leita að lægja þessar öldur sko. Taka nú umferð með það? Já, taka umferð sko, eða ég meina það þarf að koma einhver líka samtali við þessa hópa sko, þetta er ekki, þú veist það, okkur verður tíðrætt það sko, einhvern réttarvörslukerfið eigi að einhvern veginn að uppræta þetta svara þessu með járnhjáfinu sko, en við meðum ekki kannski ofmeta það sko, líka það kerfi sko, því að þetta er þetta mjög mikið samfélagslegt vandamál líka sko. Það er vandinn, hann er ekki, þú veist, eitthvað sem réttarvörslukerfið getur einhvern veginn leyst með því bara að berja fastar í þessi einstaklinga sem eru einmitt á jarðunum og hafa einmitt verið að upplifa þær alveg frá fyrstu tíð kannski að þeir kannski eigi ekki alveg heim í þessu samfélagi sko. Og svo kemur og svo er líka annað sem menn hafa svo sem ekkert verið að ræða í þessu sambandi að það eru þetta ójöfnur í okkar samfélagi, það er ójöfnur efnaðslega, félagslega, menningalega, virðingalega og allt þetta sko. Meina, þú veist, að vera af þessu hópi að búa þarna eða tengjast þessu með hinum að þetta hefur alls sín virðingarstatu, þetta hefur alls sitt gengi, það eru indexar á öllu þessu fólki sko og þú veist og þegar einhvern veginn finnur það að þú ert kannski ekki alveg inn í því gengi sem er í samfélaginu að þá þetta innhverfur það með einhverjum hætti sko og kannski sækjur líka aðra einstaklinga sem eru með sama gengi og þú sko. Þannig að þetta er normal viðbrögð við höfnunarsamfélagsins. Já, það er það og þetta sjáum við alveg sem ég að lesa í afbrotafræðina 9. áratugum og 10. áratugum í Bandaríkjunum sko og sér alveg svona endurspeglun á þessu bara í einhverju mynd hér í okkur, en í Bandaríkjunum þetta er svo festabundi, þetta er svo augljóst, að draga þetta fram með frekar innfall sko, en hér á Íslandi hefur þetta allt saman verið svona vísir að þessu og nú er maður til að sjá svona móta fyrir því að þarna eru svona einhverju hópar sem eru kannski á jaðrinum og eru einhverju leiti kannski að rotta sér dálítið saman og styrkja sín eigin vinabönd og þeir eru einhverju leiti afveltað utanveltu við þetta megin samfélag og þetta viljum einhverju leiti stöðva þetta en við gera kannski ekki bara með því að berja á í hausinu ekki lýsir við stríði skipulagðri glæpastarfsemi. Nei, ég held að það sé ekki svona rétt kannski orðanotkun að fara eitthvað svona stríð í þetta, þess að það bara stríðkallar og annað stríð og allt það og kannski var þetta svona óhefnilegt fyrirsögn í Morgunblaðinu að viðtalið sko, eitthvað svona sturlunga öld eitthvað slíkt sko, þetta er svona bara þetta minnir einhver því svona skipulagð aðferð einhver einstaklega hópa sko. Það eru lögleysis samfélag þar sem er ekki ríkisvald sem heldur utan hópana og þeir leita sjálfur hefnda
það er mafíu, við getum bara skoða litteratúrin, það eru Íslendingasögurnar, það eru mafíusögurnar, það eru sömuleyti sko LA með einkaspæjarunum, þetta er svona lögleysi samfélög, þar sem að fólk grípur til þess ráðs að framfylgja réttlætinu sjálft. Já, akkurat, það verða svona undirheimar og það er ákveð lögmál ríkjandi, svona frumskoða lögmál, við veitum að sjá það til dæmis sem við erum með fíknefni sem virðast vera mjög umfangsmikil í íslensku samfélagi, að þetta er þetta ólegilegt efni sko. Það er ákveðin viðskipti sem eiga sér stað og ég meina þú, ef þú hlundfærin hýða þá kærir ekki til lögreglunnar en ísli sko. Þú voru bara að leysa það einhvern veginn sjálf. Þú verja þitt törf. Þú voru að verja bæði svæðið sem þú ert að selja en líka ef efnið er ekki nógu gott sko. Ég meina þú telur að kaupa kannski 70% reynt kókaín, svo kemur í ljósa að þetta er bara lyftiduft eða eitthvað sko. Ég meina hvert verður að kæra? Þú verður ekki neytendavendina sko. Þú verður ekki að lesa eitthvað neytendaumbúðar eitthvað slíkt sko. Þú verður bara að leysa þetta sjálfur sko og þá er það bara frumskólalögmálin. Við höfum þetta bara Chicago, Al Capone og allt þetta og svo Elliot Ness sem var og allt þetta reyna að uppræta þetta og svo ofbeldið undirheimunum þar sko, það er bara sér lóðum sem líka þar. Og í Svíþjóð núna, það er svona gengjamyndun sem hefur orðið. Já, það má segja sko að gengjastríð í Svíþjóð eins og það heitir sko og þessi svokallega undirheima alda sem er þar sko, það má segja að hafi verið líkil þáttur í stjórnarskiptunum í Svíþjóðum í haust sko. Þú veist, það var sósíaldemókratastjórn, en nú er það hægristjórn sko og það var populistarnir hérna, nationaldemókratana sem voru raunverulega það afl sem gerði munin og það var einmitt umræðan þeirra stefnu nýra ríkisstjórnar og þess þýleirinn eitthvað. Algjörlega, gerðu og umræðan þessi að það þurfa að taka miklu harðar á þessu. Það þurfa að fara inn í þessi hverfi með lögregluna og lögregluna bara vaði inn á heimileira og hafa afskipti af þeim og bara vera miklu svona beinskeittari, vera svona sumuleyti bara zero tolerance, vera svona bara að bara ekki og vera sífellt að spyrja og greina alla þessa unglinga með út frá þessu að það sé eitthvað rangt í farið þeirra sko. Svipað og lögreglana í New York hérði á þessum tíma? Já, akkurat og hver var afleiðingin af því? Það var bara Black Lives Matter, það var bara police brutality og allt þetta sem við þekkjum auðvitað mjög vel er það ekki. Það var eiginlega afleiðingin með því að vera sífellt að áreita eða hafa afskipti af þessum minnihlutahópum með einhvers konar spurningum og sífellt að spyrja persónu skilur ekki og hvað ert að gera og eitthvað svona sko, að það bara smá saman skapaði mikla tensjón á milli lögreglu og þessar minnihlutahópa sem hefur endað í þessu lögregluofbeldi núna sem heitir þessu fallega heiti núna Black Lives Matter og það er svo áverðist að ég dveldi þessi Svíþjóðum daginn sko og þá var meiri sér sko yfirmæri lögregluna þar. Hann var ekki hrifinn af þessum aðgerðum sem ríkisstjórnin var að byrja núna að móta á sínum fyrstu dögum að fara að vera með mjög öflugt sko, innlegg og lögreglu inn í þessi íbúðahverfi og sífellt af afskipti af innflytjendum og hann fór bara að tala bara eins og eins og félagsfræðingur sko, þetta eru bara fólk sem er laustengt við okkar samfélagsstofnanir og við þurfum bara að tengja það við stofnanir sko. Það er ekki vinsælt hjá öllum stjórnmálafólki að fara út í svoleiðis því þá er ég held að margir upplifa þannig að þá sé verið að færa til sökina að þetta sé sök samfélagsins en ekki þessara manna. Það var ekki við sem ruddust í kjallarann á Bankastræti. Það er alveg rétt sko og það er mikið auðveldar að segja bara berja á hausinn sko, refsa hart og eitthvað. Þetta er eins og sé eitthvað svona einföld lausn bara sko að bara refsa nú hart bara og loka menn inn og allt þetta sko en málin eru bara flóknar en þetta sko. Þetta er lengri atburðarásarkeðja í þessu og við þurfum að skoða alla atburðarásarkeðjuna. Ef við erum svona ábyrgt samfélag, siðasamfélag, þá verðum að skoða ræturnar bak við þetta og með þessi gengjastríð í Svíþjóð, þetta eru bara einstaklingar hópar sem hafa raunverulega ekki fengið að taka þátt í þessu samfélagi eins og aðrir. Þeir upplifa þannig að þeir sjá bara veggið og loka fyrir það. Þráttur að við sænst samfélagi, velferðarsamfélag allt þetta, þá náður ekki fyllilega inn sko. Eins og áttu bara við Ítalið sem fluttu til Bandaríkjanna þegar englendingarnir og þjóðverjarnir og hollendingarnir voru búin að taka upp all landið og þeir sátu eftir í borgunum og komist ekki í það og var ekki velkomnir inn í það. Það er bara þannig. Það er bara það, ég meina það er áfengisbanni í Bandaríkjunum 1919, það verður til að berja á auðvitað Ítölunum og Írónum og allir þessu sem voru að koma frá Mið-Evrópu og Suður-Evrópu og voru að koma til, það var ekki vegna þess að þeir voru sjálfir sér að drekka áfengi sko, heldur bara að sýna hverju stjórnuðu sko. Og sami óttu það að þetta voru kaþólskir innflytjendur sem eignast fleiri börn og smátt þau taka yfir Bandaríkin yfir það var nákvæmlega sama sem er ómar alla Evrópu sem var ról til bakvið. En ok, þú talar hvernig það verður til og hvernig á ekki að bregðast við. Nefndu dæmum þar sem hefur verið brugðist við þessu og þar sem hefur gagnast. Sko, ég held að getum áfram bara að leita til Skandinavíu sko, þó að Svíarnir séu svona, þú veist, verðist það eitthvað svona viðkvæmt ástand þar, þá er þetta, og við getum líka leita til Bandaríkjanna, þeir
þessi orðalagi sem demokrata komið á 7. árinu war against poverty, þetta stríðshugtak, en þá voru þeir að snúa þessu bara við að segja, nei, þetta snýstu þetta hverfi þessara minnihlutahópa, við þurfum að byggja þau upp sko, við þurfum að byggja velferð í þessum hverfum og það þarf að fjárfesta í þessum hverfum, það þarf að fjárfesta í skólakerfinu, það þarf að fjárfesta í frístundastarfi. Það hefur ekki verið gert, það hefur skólarnir í þessum hverfum hafa brotnað niður, þetta er þessu hverfum hafa brotnað niður. Það er merki það sem menn hafa verið að reyna að gera þetta sko. Og flagglagsmættur snýst það svolítið að notum peningana sem að verja að fara í lögregluna til þess að halda stjórn á þessu og notum eitthvað í því að byggja upp skólana, heilbrigðiskerfið. Það er það sem skiptir öllu máli sko. Og ég meina þú veist, þú varst að vísi á hann með Jón Gunnarsson. Allavega hann skinnir allavega þannig að þetta kostar fjármuni sko og hann vilti skilja þetta jafnvel milljarða og það er allavega hopnað fyrir eitthvað samtal og úrræði, það er ekki bara fleiri fangelsi og eitthvað slíkt og hafa menn bara inni þar bíðandi eitthvað langa tíma og koma svo enn reiðar út sko, það þarf að byggja þetta fólk upp líka og með því sko og hafa eitthvað svona samtal við þetta, vegna þess að ef við ætlum bara að fara að snúa harða haustum á móti þessu öllu og bara öllu þessu 30 einstaklingum og fara í bara döða, þá erum við bara að framlengja þetta stríð sko. Þá erum við bara raunverulega sko að skapa einhvern hóp sko sem verður í eilífu stríði við okkur. Og þú ert saman á Jóni, þetta er stórt vandamál. Eða? Já, sko. Viltu sjá aðra svona árás til þess að vera vissum að þetta sé ekki einstakt? Ég veistu hvað, þetta mál er alvarlegt sko. Það verður að segja og þetta er ekki bara þetta eina mál. Við höfum fleiri mál sem er komið upp og það er þessi hnífaburður sem einhverju liti virðist vera þannig að menn kannski eru með hnífa til þess að verja sig sko, að telja að þurfið að hafa til þess að verja sig, en svo bara gerast þá fara menn að beita þessu gegn ári líka, ekki bara verja sig heldur að gegn öðrum og við þurfum einhverju að koma einhverju svona vitundar breytingu eða byltingu raunverulega í hugarheimi þessara ungu karla þarna á jaðrinum það sko að með hennar vopnavörða, fyrsta leita sé bara ekkert kúl. Þetta er bara mjög anti-cool. En ef þú segir þetta ekki cool, þá verður þetta cool. Þú varst að útskýra það á. Já, akkurat. Það snýst allt öðruvísi við. Veistu, málið er það, þetta er ekki auðvitað. Og ef þú kemur og segir eitthvað, þá mun það ekki virka. Akkurat. Málið er það að þetta er svona ákveðin hugmyndafræði sem þarf að vinna með sko. Og það þarf að vinna gegn henni sko. Og þetta er ekkert sem maður bara segir einu sinni, þetta er eitthvað sem maður þarf að yfir lengri tíma og menn að tala svona, fangelsi, menn að tala alls konar viðul og eitthvað slíkt sko. Maður þarf að nota þetta tækifæri til að koma þessu boðskap á framfæri og ég held að það sé mikilvægast í því líka vegna þess að þessar hópar, þetta er ekkert hópar þar sem allir eru einhvern veginn jafngildir sko. Það er líka ákveð hierarkí inn í þessum hópum og við þurfum að ná til þessar einstaklinga sem eru leiðandi í þessum hópum og smá saman eitthvað lítið að taka þá út og reyna að gera grein fyrir með þessa hugmyndafræði og hvað aflengur hann hefur og til lengri tíma og bara til er það þetta sem þú vilt að börnin þín vera hluti af eða eitthvað slíkt eða hvernig viltu horfir á þeir út eldri eða nýja unga krakka sem koma viltu einhver hluti að þeir lendi á þessari braut líka. En Gaddin er sá sem er efstur. Hann er líklega sá sem að stýrir ólöglegri starfsemi og hann er svolítið, hann er með aðstöðu, hann er vel efnaður. Hann er með miklu meiri peninga heldur en að þú aflar á æfinni. Hugsalega, við þekkjum það ekki. Þannig það er erfitt að samfara slíkan mann. Já, það gæti verið erfitt, þetta er ekkert auðvelt sko. Það er engin svona einföld lausn. Það er ekki einföld lausn til þess bara strýkja skipulegu brotastarfsemi og eitthvað slíkt og bara berja á eitthvað fastar í hausinn sko. Við þurfum auðvitað sjálfsagt efla lögregla að því leytinu til sko að hún sé tæk til þess að takast á við hann að vanda og það er ekkert endilega kannski með vopnaburði, heldur bara með góðri þjálfun og það þarf auðvitað að manna þessar vaktir og eitthvað slíkt sko. Þannig að vel þjálfuð lögregla, ég sjálfsagt ekki miklar ágjör á því þó hún sé opnum búin sko, ef hún veit hvað hún að gera og með reynslu og vel þjálfuð, en auðvitað eins og þetta í dag, þar sem við erum með reynslu litla lögreglu, með litla þjálfun og mentu bak við sig, það er stór hættulegt að láta lið fá mér þess að rabbissu sko, hvað þá, eitthvað skambissu sko, þannig með það að sjá þetta í einhverju samhengi við það sko, með það sko, en auðvitað, þú veist, er ekki einföldlega snýðis, en þetta er á ýmsum levelum, þetta er innan svona réttarvörslukerfisins, en réttarvörslukerfið er ekki að fara að leysa þetta er samfélagslegt átak sem snýst það að þessar hópar verði ekki viðskila við samfélag og samfélagslegu stofnandar og það á við alveg bara varðandi búsetu, varðandi skóla, varðandi vinnu og allt þetta og svo kemur þetta alltaf að þessum hlut sko sem þú þekkir auðvitað á sósíalflokknum allt þetta, það er bara ójöfnurinn, það er bara fátæktin, það er bara erfiðleikarnir, bara ná endur saman, það er líka sá ójöfnur sem blasir við, það er ekki bara félags- og menningarlega og virðingarlega síðan status í samfélaginu með þessi millidópa, það er líka bara, það er bara röglega drullu erfitt að komast af sko og þá fara menn að leita kannski annara leiða sem ofta á tíðum eru ólögleg. Þú sér það leiðin
samfélagi bauð foreldrum þínum og að bjóða þér að leiðir bara til þess að þú verður bara prófessor í kvíða og skömm. Já, það er þér ekki boðin einn leið út. Nei, akkurat, menn kannski þegar menn sjá í sjálf sér enga raunhafa möguleika því að komast út úr þessu, það er aðstöðu sem er í, þá kannski býðst kannski eitthvað inn í genginu eða undarheima starfseminni, einhver möguleiki sem þú færið minnst eitthvað uppbyrðastæðri, en kannski líka einhverju möguleikar að ná þér eitthvað skottsilfur eða eitthvað slíkt sko. Og það er þetta sem við þurfum að koma í veg fyrir, að verði þetta ákveðar hópar og sérstaklega þessir kallar, þetta er yngri kallar sem eru á jarðunum, að þeir sjái raunhafa möguleika til að komast út úr þessu, að þeir sjái möguleika að því bara eiga gott, notatrútt líf, gagnsmikið líf fyrir þá sjálfa og samfélagi. Það þurfum bara að breyta samfélagi, það er það og við erum kannski alltaf að breyta einhver leiti, kannski stundu til þess verra en við eigum að breyta til þess betra. Er þetta tengt innflytjendum, þetta mál? Veistu það? Ég þorir svo sem ekki alveg fullera sko, þetta er svona þessar óljósu fregnir sem að sér ekki um fjölmiðla, þá svona sýnismanni það gæti verið einhver leiti tengt því og gæti verið tengt sko kannski Íslendingar að erlendu bergi brotnir einhverja leiti sko og það er sjálfur sem passa. Það var strákarnir sem voru stungnir voru þannig? Já, maður svona, já. Þannig að við erum ekki alveg búin að fá heildarmynd af því og það er þetta sem að þurft að skoða miklu betur og við erum að fá svona lífssögu og félagssögu þessar einstaklega. Ég veit ekki, hefur ekki beinlínis komið fram en maður hefur svona grunnsemdur það, þetta sé þessi jaðarhópu sko og þá fara með þessi heyrðu. Þú veist, útlendingar, þetta er það sem við fáum með útlendingur, sem er þetta vís fjarri, sko, útlendingar að bjarga Íslandi, sko, þú veist, á síðustu 20 árum eins og við vitum, sko, með það, en það sem er málið og það er að gerast í Svíþjóð er það að útlendingarnir eru raunverulega manna kannski þessar fátæktarstöður sem kannski hvítir Svíjar gerði fyrir 30, 40, 50, 60 árum sko. Þetta er spurningur hvað þú ert í félagsstruktúrinu sko, hver er raunverulega á botninu sko. Og nú eru það útlendingarnir sem er að manna þessar stöður. Það er engar sérskýringar á afbrotum útlendinga eða afbrotum Svía eða eitthvað slíkt. Það eru samskonar félagsleg upphlana að baki og það er bara spurningin hver það er sem fyllir upp að vera í þessari lágu stöðu sko. Og núna er það kannski þessir minnihlutahópar í Svíþjóð sem eru sem sagt innflytjendur sko og yfirleitt kannski annar kynslóðar innflytjendur sem finna sér bara í þeirri stöðu að þeir hafi ekki sömu tæki og tól til þess að verða þessi Sven sem hefur á svo bra með veipið sitt sko, þeir bara náði ekki sko. Sem er bara sama staða og Finnar voru með 1970 eða bara fátækir Svíjar sem voru að koma úr sveitunum 1930, 40, 50. Já, það er bara spurning hver það sem fyllir þessa stöðu að vera í þessari innflytjandi er engin breyta, það er hvort þú sett fátækur og hvort það séu of mikið af 15 til 25 ára köllum í hverjum. Köllum, akkurat, og sem eru á jæðrunum og komast ekki að sko. Og ef þeir eru þarna margir sko, þá er þetta að rotta þessi saman, mynda ákveði svona gengi eða hópamyndun, það sem er svona eitthvað gildakerfi, það sem snúa bara oft öllu á haus, eins og bara matsa vel bara við þessar gengja rannsóknir sem eru Bandaríkjunum á 7. og 7. árum sem ég þarf að læra fyrir sko, næstu í 30-40 ári síðan. Ég var að rifja þetta alls saman upp sko. Þú sagði þetta væri einstakt mál. Er ekkert svona sem við getum flett upp í sögunni sem að myndi minna okkur á þetta? Nefn að fara eins og þú gerðir hérna óvart í morgun og lagðin að fara til Sturlugaldar. Já, ég er frá okkur á Íslandi. Já. Ég man ekki til þess að þessari stærðagráðu. Við höfum auðvitað oft haft sko, ofbeldi innan fámennar hópa sko. þar sem menn eru örfár ráðast eða einhverja og við höfum auðvitað svona í mikroútgáfu kannski í einelti á skólalóðinu eitthvað slíkt sko. En þennan skala, þessa stærð þar sem er svona bara 3. tug einstaklingar sem sama koma þarna eitthvað skammt frá þarna þessum bankastrætis bar þar sem þeir setja á þessar grímur og koma, þannig að það er smá skipulagi því sko, en hérna og rjúk allir það inn á þennan bar og ráðast með þessum hætti. Ég man ekki að það að sé það hjá okkur sko, það er þess að skalinn á þessu, við höfum þetta að sé ofbeldi, við höfum séð þetta hnífaburð og hnífaárásir og allt þetta. Aftöku út á götu? Já, aftöku út á götu, svo við mötum í fyrra, í febrúar sko, þannig að við höfum svona dæmið þetta, en skalinn á þessu er rosalegur og kannski megum bara þakka að það varði ekki bara mannsbani þarna af sko, þannig að þetta er stór hættulega og megum alls ekki draga úr sko, þú veist, hættunni af þessum atburði. Þetta var stór skaðlegur atburður sem hefði getið farið miklu verð sko, þannig að þessi 3 drengir þarna, þeir bara með þakka fyrir að vera á lífi og halda lífi og lifum sko, með það, vegna þess að þessi stungu sko, ég meina ein stunga getur lífshættuleg sko, þannig að
En þannig að við þurfum að gera eitthvað alvarlega með þennan hóp og þessa einstaklinga sem þetta komuðu sögu. En ég held að þeir okkur svona að það stundur satt svona við sem samfélag, þá verðum við þetta sko að þetta einkenni á einhverju sko. Þetta hluti af einhverju atburðarás og við þurfum að skoða raunverulega það hvernig það kom til að þessi hópamyndun var til og menn fóru að gera þetta. Og það það sem ég ræðum til dæmis með þessa hugmyndafræði og stöðu þeirra í okkar félagskerfi, að þetta ákveðið svona sjúkdómseinkenni á því dæmi. Sko. Ja, við höfum verið að tala það í sko 20 ár stöðu drengjana í íslensku samfélagi. Þannig að við höfum sko eiginlega verið að tala það sem við ættum að vera að tala Við erum búin að vera að tala það í 20 ár sko, en það ekki, ég get ekki bent á neitt sem við höfum gert. Ekki neitt svona mjög rótfast svona sem virkilega sem getum bent á í sjálfu sér. Umræðan hefur verið mjög mikið sko, kannski meira kannski konur og kynferðisbrot gegn konum og kynferðisbrot gegn börnum. En einhverju leyti sko hafa kallandi kannski aldrei glemt þessir yngri karlar. Sko, við erum búin að tala það eins og þeir hafa verið svona skildi eftir, þeir læri ekki að lesa, þeir detti út úr skóla. Það veit ekki hvað þeir eru sko, það er svona margir sem eru á vinnumarkaði og svona margir sem eru í skóla, en hvar eru, þú veist, það vantar bara 15% af árgangunum, það er bara mælast ekki. Já, það er bara fjölmargir kallar sem einhvern veginn fara ekki þess að venjubundnu leið, sko, og er í margvíslega vanda. Við sjáum þetta í geðbatterínu, við sjáum þetta í meðferðarbatterínu, við sjáum þetta bara mjög víða, sko, að þessum kallar raunum og þeir eru meira en allir í fangelsi, þetta við tökum það, þetta 150 í fangelsi, það var þetta kannski 120, 30, 40, þetta er kallar, sko, þetta er ekki um 10-20 konur, þannig að við hefðum, þú veist, allir myndi að haga sér svo konur, sko, þá myndi þið þurfa í fangelsi og þá væri ekki þetta hnífaárásinn hérna helgina, þá held ég að vera eina eða tvær konur, þetta væntanlega einhverjar kærustur sem við flötum með, sko, en þetta var meira og minna bara einhver kallamóral, sko, sem var bakvið þetta, sko. Þannig að þetta er eitthvað svona sem þyrfti að bara skoða sérstaklega, ég meina kannski Kveikur eitthvað slíkt að fara að taka fyrir þetta báa stöðu karla svona á jaðrinum sko, hvað þarna er raunverulega í gangi sko, sem elur af sér svona atburð eins og helgina sko, því auðvitað er ekki allir ungir kallar, ég held að flest er ungir kallar sér í þokkalögum málum sko, en það eru samt sem aðra þarna kallar sem hafa lent að eitthvað bresta það sko, og það er einmitt svona, þetta er samfélagslega mál sko, og það er einhvern veginn orðið utanviltu gagnvart þessum hefðbundnu stofnunum samfélagsins sem viljum að þeir tengi sko, og það er þar sem rótin liggur sko, við þurfum að líta á hana, en ekki bara að skoða þessi einkenni sko, þessi sjúkdómseinkenni sem er það. Alls ekki bara að berja á kýlið sko, það er ekki rétt aðferð sko. Herðu, Helgi, þakka kærlega fyrir að koma hingað og við ætlum að halda áfram að tala um þetta, við erum, þóttu við séum ekki Kveikur, halda áfram að fjalla um þetta mál í þessari viku. Hérna rétt og eftir ætlum við að tala um fjármálakerfið við geðlækni. Já, Andrés Magnússon, Gælanir, hann var svolítið áberandi í umræðinu hérna eftir hrun, þar sem að Íslendingar lentu á svona núllpunkti og reyna átta sig á því hvað var það sem að skall á þeim og koldist yfir þá. Andrés er
Gælanir? Jú. Já, nú ertu velkomin. Og núna ertu líklega að vinna svolítið með það sem að þú tókst þátt í umræðum eftir hrun, að meta það. Fyrir hrun. Og fyrir hrun líka. Og bók sem þú átt að gefa núna heitir Hvernig virkar fjármálakerfið? Já. Að því ég nefni nú að þú sett Gælanir. Já. Að ætti þú ekki að vera að fjalla um sálinni í okkur frekar heldur en að vera að greina fjármálakerfið? Eða er þetta nátengt kannski? Ég hugsa þetta sé tengt. Nú? Ég hefur reyndar oft talað um sálarlífið. Ég var nú mikið að kynna skammdegisstúnir til ljósa með það í gamla daga. Svo var ég í fíkni geðlækningum og var þá að tala um skaðsemi fíknefna. En núna ég sem sé að tala um fjármálakerfið. Það er alveg rétt hjá þetta. Í kringu hrunið var maður miklu opnari fyrir nýjum upplýsingum og maður fór að velta fyrir... Og umræðan var bara opnari þá, það verður bara að segja líka. Jú, fólk tilbúið að skoða nýjar hugmyndir og svona og það er alltaf tilhneigin í heiminum svo að allir fjölmiðlar eru komnir á markað, það er bara svo ríkasti sem á fjölmiðlarna og þar að leiðandi ræður öllum skoðunum. Þannig að umræðin er alltaf verið þrengri en sem sé... En þú ert að sjúkdómsgreina fjármálakerfið og mér svona sýnist það að þú gangir út frá því að fólk haldi að bankarnir og fjármálakerfið séu eitthvað annað en þeir eru. Já, það er nú mynd af galdrahatti hérna á forsíðinu þannig að ég vona að fólk skilja hérna ég að tala um sem ég sé verulega annmarka á fjármálakerfinu og það er tvennt sem að bankar gera fyrst og fremst. Annars vegar er það að búa til peninga úr engu og svo hins vegar snýst starfsemi fjármálakerfisins fyrst og fremst veðmál. Og þetta veðmál hvað? Hvað sem er þú yfirleitt því miður er það þannig í hennu stóra heimi að bankar eiga mikið af fyrirtækjum þannig að þeir geta til dæmis veðjuðum allir verðið á gámaflutningum hækki en þá er ekki gleyma menn því að viðkomandi banki á kannski langt flest gámaflutningaskipin og svo framvegis þannig að þeir eru að veðja allt mögulegt og því miður þá hafa þeir oft vald til þess að ráða útkominu, alveg eins og flest veðmál eru. Ef þú reka veðmál á veðhlaupbraut, þá getur þú haft áhrif að hvaða hestu vinnur og svo framvegis eftir hvernig þú styrktir veðmáli. Eða reynda að múta íþróttamönnum hvernig leikunum fer og svo framvegis. Og það er alveg eins með veðmál í bönkum og fjármálakerfinu. Þeir hafa oft áhrif á það sem verið að veðja Alls konar vísitölur, til dæmis mun tryggingarálag á einhvern banka hækka. Bankarnir ákveða sjálfur hvernig tryggingarálag verið hinum þessum bönkum. Þannig það er eitt, en kannski aðalatriði er að bankar búa til peningana sem þeir lána. Og hafa þær reyndi ótrúlega völd í samfélaginu. Já, það sem ég ætla að segja. Hvað heldur þú að maður sem fær að búa til peninga verður náttúrulega mjög fljótlega ríkasti maðurinn og að því all skoðanamyndandi tæki eru til sölu að þá verður hann líka volduðasti maður í fyrirtækinu. Það hefur verið sagt til dæmis þegar grísk borgríki var að sameinast. Það borgríki sem fékk að halda myntsláttinu, það var alltaf ofan á í öllum alltaf þeir að vera að slá saman. Og já, og það eru margir jafnvel þeir sem vinna í bankakerfinu og eru einstu koppar búið, þeir hafa ekki alveg skilið hvernig er hægt að búa til peningur engu. Og það er það sem ég er mikið að reyna að útskýra þessari bók, hvernig þetta er hægt, af því fólki gengur ekki vel að skilja það. Við erum útskýra það að segjum að ég sé banki og þú kemur og vilt fá lán og þá lána ég pening og það verður til eigninni á þér. Það verður til skuldinni á þér sem að verður eigninni í mínum bókum. Já, en ef ég fer svo fer ég að nota peningar sem þú lánaði mér, að þá stofnast skuld á þig, á bankan þinn. Sko, ég borga hinn þessum og þá er sagt að Andris fekk þessa peninga hjá þessum bankan hér, þannig að nú verður þú að gera svo að borga okkur það. Þannig að þetta er ekki alveg svo einfalt að hver einstakur banki geti búið til peningur, en bankakerfið, allir bankarnir í landinu samanlagt geta búið til peninga. Kannski einfaldasta dæmið er hvernig eru seðlar til. Seðlar uppálega bara þannig að gullgerðamenn voru alltaf að reyna að búa til gull og stundum voru að reyna að búa til gull úr engu, en oftar en ekki voru að reyna að þynna gullið, drýja gullið. Þannig að þeir voru alltaf að vinna með gull. Þannig að þeir áttu mjög rammgirtar geymslur.
og þá fór það tíðkast að menn sem áttu gull og hafði engan örgan stað að geyma, þau fór að geyma það hjá gullgerðarmönnum og gullgerðarmönnum skrifa út kvittun. Anders Magnússon lagði inn 1 kíló gulli og þetta kvittun upp á það, geymslukvittun. Þannig verða peningaseðlar til, þeir verða til sem geymslukvittun á gull. En síðan gerist það að það er miklu þægilega bara að nota þessar kvittanir. Það er mikið vesen að fara með gull og kaupa hlutabréf einhverju skipafyrirtæki í Bretlandi. Ég tala ekki með að fara að kaupa eitthvað í öðru löndum, þá þetta að sem sé var að fara með vopnaða sveit með gullinu og svo framvegis. Þannig að menn fara bara að nota kvittanir. Og hvað gerist þá hjá gullgerðarmanninum sem gaf út kvittanir? Hann sér, það er aldrei þannig að allir eru að taka út gullu sitt. Gullið er hérna allan tíma, það er bara kvittanir sem kaupum og sölum. Ég skrifa út kvittun á mig, af því að það mér enginn taka eftir því. Ég skrifa út kvittun á mig, ef það verður þá þannig að hætta á því að allir kemur að tækja út gullið, þá myndi komast upp að það verður nokkað kvittanir sem enginn innistæð væri fyrir, en það er ekki þannig. Og þetta er raunverulega svona sem peningur er búin til. Það er búin til innistæðu kvittun á einhverju sem er aldrei tekið út. Og síðan gerist það að íslenska fljótlega ríkin nær valdinu á að prenta peninga, en síðan gerist það til þess 1970 og svona þegar ég var í sumarvinnu, þá fengum við alltaf að borga með seðlum og þú keyptir með seðlum. Og spariskirtinni, þú veist líka að baka við frímerkjum. Já, jú. Og sumir fóru að selja þau með afturlum. En þannig að það var ekkert hægt að prenta, bankarnir, það var alltaf verið að taka út peningarnir sem voru lagðir inn í bankana. Það var verið að nota það og fyrirtæki áttu peningaskápa. Smá saman hættir fólk að nota seðlana og fyrir að nota rafrænar færslur. Það kemur heimabanki, það koma kreditkort, það koma gíróseðlar og ávísunarhefti náttúrulega fyrst sem er náttúrulega... Já. En það er fyrst og fremst þegar þú hættir að nota seðla og raunverulega er þetta alveg eins og með gullið að sem sé reikningur inn á bankareikningunum, talinn á bankareikningunum er raunverulega verið að segja hann komið svona mikið peningum inn í bankan. Það er það upphaflega þýðing þessa eiga ekki á bankareikningunum. Það er ekki lengur. Já, svo er bara allir hættir að taka út peningum, þú fer ekki að kaupa í hús og kemur það með skjalatösku. Þannig að þetta er alveg svo með gullgerðarmennin, það verður aldrei náðið gullið. Það er eins með tölunar á bankareikningunum, það verður aldrei innleista fyrir seðla. Þannig að bankakerfi getur sem sé fært reikninga inn af því það er enginn sem mun ná í seðlana fyrir því. Og það sem ég er að segja áðan, það er ef bankakerfi bara passar að gangi í takt, að enginn einn banki fer fram úr sér og fer að lána mikið og verða það meiri skuldi. Og allir ganga í takt og auka útláni jafn mikið, þá geta þið búið til peninga. Þú hefur ekki skrifað þessa bók ef að niðurstaðan verið sú eftir svo eins og út að lýsa. Já. Og þetta bara reyndist bara mjög vel að hafa þetta kerfið sem eins og þú ert að lýsa. Já, þú ert líklega að halda þig fram að þetta sé ekki gott kerfi. Þetta er skelfilegt kerfi. Fyrsta lagi er það þannig og ég reyni að útskýra það líka í bókinni. Hvað gerir þið til að bankar búið til peninga? Það gerir náttúrulega ýmislegt til, en fyrsta lagi það verður ekki til verðmæti úr engu. Þessi verðmæti koma einhvers staðar frá. Og þá er það þannig að þegar banki býr til nýja peninga, þá þinnir skjaldmiðlinn. Það er stundum kallað verðbólga. Og sem sé, það er verið að fara í verkfall og það er verið að knýja fram launahækkanir. Seðlabankastjóri getur gert þetta engu yfir nótt með því að leyfa meiri aukningu á fjármagni. Og þannig að það er gallinn að þegar þú fer í búð og kaupir þér útastæki sem þú veist að kostaði fyrir 2 árum 20.000 en kostaði í dag 30.000, þá ertu að borga 10.000 í skatt til banka vegna þess að aukningin á verðmiðanum er tilkomin vegna þess að banka byggur til meiri pening úr engu og þannig að þetta er bara skattur til eiganda einkabanka og það er bara þannig að Seðlabankinn býr ekki til lengur til peninga og við notum svona 2% sem við segja 23%, það er alltaf minnkandi sem við notum raunverulegum seðlum og það er sá minnsláttarhagnaður sem Seðlabankinn fær.
en peningar sem allir nota þessi að rafræna færslur í böngum, sá minnstættuhagnaður fá engaðilega sem eiga engabanka. Þannig að í COVID... Og gríðarlegur hagnaður eins og Íslendingar þekkja á bönkunum? Já, það vil svo einkennilega til að gróði bankana hefur aldrei verið meira heldur en í krísum, sem bara eðlilegt. Þegar fólk tekur ný lán sem banki getur búið peninga fyrir, þá vex að sjálfsögðu gróði bankana eins og sést í COVID-krísinni. Og já, þannig að það, eitt það að bara fyrir það sem banka fengu að prenta peningum í COVID-krísinu á 1 til 5 árum, þá hefðum við getað klára háskólasjúkrahúsið, við hefðum getað tvöfaldað veginn til Selfoss, við hefðum getað tvöfaldað vegu upp í Borgarnes, við hefðum getað byggt Sundabraut og margt sennilega. Komið börnunum okkur fyrir í húsnæði sem ekki með myglu í leikskólanum? Til dæmis við hefðum getað gert ótrúlega mikið. Þannig að maður geti farið á bráðadeildina og fengið þjónustu innan 8 klukkutíma? Já, það bara alveg ofboðslega miklu peningar. Þetta heitir það að búa til peninga, það kallað myntsláttuhagnaður, frá því að mann notuði mynt. Og ríkið hefur gefið frá sér þessa tekjulind, algjörlega, og leyft einkaaðilum með einkaböngum að fá alla þennan myntsláttuhagnað. Og það líka annað, þegar voru að segja hvað við sleppti þetta, eitt þessi þynning og verðbólga, en annað líka misskipting auðs, af því að það þarf örfáa menn til að slá en tölu í tölvu bankana, þannig að þeir verða svo ofboðslega ríkir. Þannig að þetta einn aðal ástæða misskipting auðs í heiminum, þeir sem eru að búa til pening, þeir verða ofboðslega ríkir og það kostar eitthvað. Það kostar það að verðgildi launana sífellt minna. Svona var þetta til, svona er kerfið og það leiðir til ójöfnuðar og er ekki gott kerfi. Nei. Þá kemur spurningin, hvað er að gera í því? Skref númer 1 að ríki taki aftur allan gróða til sín við það að búa til peningur engu. Það bara ríki sem á að fá að búa til peningur engu. Svo að banna veðmál. Það banna veðmál. Það enginn sem á veðri hérna á Íslandi, en því ekki framfyllt í böngum. Þeir mega veðið eins og þeim sýnist. Ég skrifa nú ekkert svo mikið hrunið, vegna þess að íslenska hrunið var nú bara eins og öll önnur fjármálahrun og bara eðlilega afleiðing þess að hafa þetta kerfi og það mun koma önnur hrun meðan við breytum því ekki. Það var þannig að þegar eigendur bankana vissu að allt var að fara til fjandans, að þeir hefðu miklu betur upplýsingar heldur en stjórnendur lífeyrissjóða og svo framvegis, að þá gátu þeir redda bönkunum redda sjálfins á 2 vegu, annarkot með því að eyða öllum sínum peningum að reyna að redda bönkunum og alls óvíst að það myndi takast, eða bara veðja á allt fara á hausinn, og það gerði þeir. Þeir fengu tíma og mikla leynd hjá ríkinu, ríkið var alltaf á fundum með bankamönnum og segja að það var reddast, þetta lítur illa út og svo framvegis, og ekki tala um það, ekki segja nefnum frá því, já, við erum að vinna í þessu, sögðu þeir, en það sem þeir voru að vinna í var að fífla alla lífeyrissjóðana, þess að veðja á móti sér. Tapið frá sér yfir á lífeyrissjóðana, með því að veðja á móti íslensku krónunni, veðja á móti íslenska hagkerfinu. Já, meðal annars þess, það var eitt aðalatrið sem ég gerði í staðinn fyrir að nota tíma til þess að bjarga bönkunum, þá notaði tíma til þess að fífla fólki veðmál á móti sér. Það er þetta tvennt að bankar... Þetta ekki svarið við spurningunni, hvað ber að gera? Já, þetta annars svarið. Það sem ber að gera annars vegar að ríkið býr til peninga og ríkið ákveður hvað ég að auka peningamagni mikið og þá ekkert auka það meira heldur en raunverulega verðmæti aukast í samfélaginu. Þá verður engin verðbólga. Það númer 1. Og númer 2 að taka fyrir öll veðmál í bönkum. Ef þetta verður gert, og þegar þú tala um veðmál, þetta tala þá um svona framvirka samverðna. Já, framvirka samverðna. Þetta tala um það til dæmis eftir hrun að þá var eiginlega, tók bankakerfið þátti því að veðja með þeim sem að keyptu ódýrt eignir sem almenningur hafði mist að fasteignaverð myndi hækka aftur og þarna væri gríðarlegur hagnaður og bankakerfið kaus það að flytja þann hagnað til þeirra sem að keyptu það af fólkinu frekar heldur en að styðja fólki í eiga áfram. Er þetta að tala um slík veðmál eða er þetta að tala fyrst og þessar samninga sem eru... Veðmál í dag veðmál í dag allt þegar þú veist ekki þegar þú tekur lánið og veist ekki hvað þú borga mikið tilbaka, það kallast veðmál og það fer yfirleitt þannig að þú getur bara gert þetta á þessum netsíðu
hvaða maður sem getur ákveðið að segja ég veðji á það að olíuverð muni hækka, ég veðji á það að indexin fyrir silfri muni hækka eða lækka og svo tekur hann skorstuðu móti eða með og bankar eru í þessu á fullu alveg á fullu og magna upp til dæmis hungursneiðir með því að þegar að matarverð er að hækka að þá veðja mennum að halda áfram að hækka og þá hækkar það meira og spinnst upp og getur valdið stórkostlega skaða. Já, og verðsveiflur, svokallar óútskýranlega verðsveiflur eru íðurlega vegna veðmála. Veðmálin standa þannig að það borgar sér ekki að selja núna og þess vegna munum ekki að selja. Það getur til dæmis verið korn sem heldur lífinu í fólki, getur verið hvað sem er og hegðun hagkerfisins er oft mjög mikil bara vegna þess að veðmálin standa svona í augnablikinu. Og það hefur verið sagt og marg endurtekið meðal annars af ýmsum hagfræðiprófessorum, til dæmis íslenskum, að 97% starfsemi fjármálakerfisins er veðmál. Og það er algengur misskilningur að halda að hrunið 2008 í Bandaríkjunum hafi verið vegna þess undirmálslána. Það var minnsti skaðinn. Það var fyrst og fremst veðmál undirmálslán sem var það sem var svona rosalega dýrt og svo líka tryggingar fyrir því að það veri hægt að borga út veðmálsskuldirnar. Það setti kerfið á hliðina. Þess að menninir svona þess að voru kannski litlir aðilar í því sem voru aðalhetjurnar í Big Short bíómyndinni, ég veit ekki hvort þú þekkir hana, að þeir raunverulega juku vandann með því að þeir voru að veðja á hrunið. Þeir voru að veðja á móti subprime-lánum. Já. Og þeir juku það. Menn ætti að hafa því huga þegar að horfa á myndina að þetta eru mennið sem að stór jöku skaðan. Já. Og það er líka annað og það er nú kannski svolítið bara ef ég má koma aðeins sósíalisma sko að það er tvenns konar atvinnustarfsemi í landinu eiginlega algjör óskild. Það er annars vegar raunhagkerfi sem er að búa til vörur og þjónustu sem fólk vill eiga og vill kaupa og svo er hins vegar fjármálakerfi sem er bara að sýsla með peninga og býr ekki til neinverðmæti en sogar til sín allan arð og sá arðu verður að koma úr raunhagkerfinu Þannig að fjármálakerfi lifir á raunhagkerfinu eins og blóðsuga. Eins og blóðsuga og án þess að leggja nokkuð til og þetta er alveg prýðis fyrirtæki þess að skattleggja algjörlega upp í topp. Bæði þess að framleiðara er engin og það er ekki að fara að gera vegna þess að ef við tókum svona dæmi að þessu að setja sig akur og það er eitthvað sem að yrkja akurinn en sé að koma engilspretturnar og geta upp alla uppskeruna, það eru þær sem að stjórna landinu. Eins og við þessi bók hérna er raunverulega verið að skrifa þessa bók og hún var hún opbúrslega löngustór. Þannig þetta er bara fyrsti kafliðinni. Það er, ég sleppi allri pólitík eða félagslegri umræðu en það er hinn handleikurinn á þessu er það meðan við leyfum það að peningar ráða upplýsingar til almennings og til, ekki bara almennings, heldur líka til akademikara, til háskólasamfélagsins, að þá verður ekki hægt að breyta þessu. Og nú allins nýlega verið að veita Nóbelsverðlaun í hagfræði, svokölluðu Nóbelsverðlaun í hagfræði, til manns sem stóð vaktina þegar hrunið var. Hann er bara, hann stóð sér ekki í stikkinu og það var hrun og það verið að veita honum við Nóbelsverðlaun af því að skaðið var nú kannski ekki eins mikill eins og einhver sagði að hefði átt að vera en hann var rosalega mikill og þannig að það eru alls konar leiðir til þess að áhrifa á háskólasamfélagi með peningum. Það sást nú mjög vel fyrir hrun hér og það er ágætt að tekið fyrir í rannsóknarskýrslu Alþingis. Hvernig það hefur ekkert breyst og háskólasamfélagi að mínu mati er ekki á varðbergi fyrir því að þá að þrengja umræðu, þá þarf ekki að svara lengur rökum, það er bara að segja, þetta er falsettið, þetta er upplýsingóriða. Þarf ekki að taka um það. Hvernig tekur háskólasamfélagið við bókinu þinni, veistu það? Nei, ég veit það ekki. Ég veit það ekki. Þeir voru að stríða mér þegar ég var í stjórnlagaráði að þá voru við tveir, ég og Lýður Árnason, við vorum oft svona á öðrum staðinn hinn, við vorum kallaði Grímsey, hann var sagt að Lýður verið Grímsey en ég var Kolbeinsey. Þannig að ég veit ekki hvort ég er nálægt því sem menn er að hugsa en
Það er til þess að komast að því að gefa út bók og eiga samtal. Já. Herðu, Andrés, takk fyrir að koma hingað. Já, takk að þér. Kynna bókina þeirra, hvet ykkur til þess að kynna það sem Andrés er að segja og taka afstöðu þess. Við ætlum að snúa okkur að, ekkert kannski allt öðrum málum, við ætlum að fara niður í Þingólfsstræti að Farsótt og hún Kristín Svava Tómasdóttir ætlar að segja okkur frá því húsi og þeirri sögu sem það geymir. Það er sagt að bók ársins sé þessi hér, Farsótt, eftir Kristínu Svövu Tómasdóttur. Frábær bók, fengið þeir sem að lesa hana, mæla með henni. Vertu velkomin hingað, Kristín. Takk fyrir. Þarna ertu að segja stóra sögu í gegnum eitt hús og þetta er náttúrulega stórmerkilegt hús, þannig að það er ekki, kannski ekki að taka hvaða hús sem er og gera þetta sem að þú gerir við Farsóttarhúsið. En þarna er hús sem er eiginlega byggt sem eiginlega, hvað er að segja, fyrst í formlegi spítalinn á Íslandi og er síðast gistiskýli fyrir útigangskarla og svo er einhver stór saga þarna á milli, þannig að þú ert að segja líklega sögu samfélagsins og heilbrigðiskerfisins. Má ég fara með þig í uppafið? Hvaða hugmyndir og hugsjónir lágu á baki byggingu Farsóttarhúsins? Það var, já, þetta var sem sagt byggt sem fyrsta sjúkrahús í Reykjavík og fyrsta sjúkrahús í Íslandi, svona hérna fyrir utan gömlu Holtsveikra-spítalana sem voru meiri svona kannski geymslustaðir. Og það var í rauninni, það var sem sagt húsið var byggt af samtökum sem hétu Sjúkrahúsfélag Reykjavíkur og voru bara frjáls félagasamtök sem voru stofnuð þetta sjúkrahús og það var í rauninni bara vegna þess að það voru menn sem að höfðu bara ástríð fyrir því og hugsjón að koma upp sjúkrahús í Reykjavík en það gekk mjög erfiðlega að fá stjórnvöld til þess að taka til hendinni í því. Þannig að þetta félag var stofnað og stofnaði sem sagt þennan fyrsta spítala, bara fyrsta yfirvöld stóðursýki og hann var fyrst rekinn sem sagt niður í Kirkjustræti þar sem að seinna var hús Hjálpræðishersins og síðan var byggt þetta hús upp í Þingholtum. Þannig að þarna taldi ríkisvaldið og það er ekki verið hlutur sitt að reka spítala? Eða svona einhvern veginn ákváðu að þetta væri ekki nógu mikilvægt verkefni til að forgangsraða því allavega. Og það sem var kannski ekki síst, þetta var bæði bara það einhvern veginn að hérna Reykjavík ætti að hafa spítala og Íslandi ætti að hafa spítala en hugmyndin var líka mjög svona stór partur af þessari hugmynd að koma upp kennsluspítala á Íslandi til þess að hérna það væri hægt að mennta íslenska lækna innanlands og þeir þurftu ekki að fara alltaf að læra í útlöndum. Þannig að þetta var líka svona, hérna, já, bara hugmyndum ákveðna svona undirbyggingu þessa heilbrigðiskerfis, sko. Já, svona eiginlega bara grunnforsötu þess að hér setja byggja upp gott samfélag, eða ekki? Jú, nákvæmlega. En kanntu að skýra það út fyrir mér af hverju ríkisvaldi taldi það ekki vera sitt hlutverk? Sko, það er spurning, það er alltaf verið að sækja, sko, ýmist til landsstjórnarinnar í Danmörku og sko, já, það er spurning með forgangsröðun síðan sem sagt þegar
það líka bara svona lítil það lítil útgjöld sem yfir höfuð verið að setja í hið opinbera þarna á seinni hluta 19. aldar. Þetta svona, já, það eru alls ekki sömu umsvif bara í opinberum málum og síðar varð og bara heilbrigðismálin eru ekki ofarlega í þessum forgangi og síðan sérst eftir að svo færist náttúrulega fjárveitingavaldið til Íslands en það bara haldið dálítið fast hyngjuna og það sérst það fjölga læknishéruðum, það var svona kannski aðeins ódýrara að fjölga læknum svona víðsvegar landið en svona stærri fyrirtæki eru bara miklu síður einhvern veginn farið út í það og maður sér síðan, ég meina þetta saga sem maður síðan heldur áfram sko því að Sjúkrahús Reykjavíkur starfar hérna í Þingholtsstræti 1884 til 1903 og ástæðan rauninni fyrir því sjúkrahúsi lokað og það hafði lengi þótt af ýmsum svona frekar eitthvað svona takmarkað bæði sem almennt sjúkrahús og sem kennsluspítali sko, það væri bara ekki nógu margir sjúklingar og aðstæður væri ekki nógu góður svona. Það er ekki góður læknar út úr því. Já, stæði kannski ekki alveg undir því. En svo það líka síðan þegar sko sjúkrahúsinu lokað 1903, þá það í rauninni ekki sísta því það komnir 2 aðrir spítalar í bæinn sem eru franski spítali við Lindargötu og Landakotsspítali, hvorugur byggður af íslensku stjórnvöldum. Og það eru katholikar sem að koma upp Landakotsspítala og frakkar sem kom franska spítalinum og Holtsveikarspítalinn sem stofnaður rétt fyrir aldamót, það eru danskir Oddfellóar, þannig að þetta svona heldur áfram sko að fjármagnið ekki að koma. Það er verið Landspítalinn kemur það ríkið. Nei, og það ekki fyrir 1930 og stór hluti af því náttúrulega kemur frá bara hefur safnað kvenfélögum, þannig að það svona stjórnvöld draga ansi lengi í lappirnar sko í þessum heilbrigðismálum. Og seinna en það sem við getum bent á í nágrannandum okkar. Já, þetta svona hægara, já. Hvað séu 1904? Já, 1903 lokað spítalanum sko. Og hvað þá húsið fyrir ekki? Nei, húsið þá kallar gamli spítalinn alltaf eftir það og bæði það íbúðarhús, það bara verið að leiga út herbergi þar. En það líka sem sagt læknakennslan, bóklega læknakennslan í húsinu alveg fram við 1910, þá til að læknadeild háskólans stofnuð. Ljósmóðurkennsla í húsinu alveg til 1920 og líka sem sagt krufningar og kennsla í líffærafræði í kringum krufningar í líkhúsinu þannig fyrir aftan. Þannig að þetta svona ennþá þessi tengsl við heilbrigðismálin þarna á þessum fyrstu 2 áratugum 20. aldar og síðan það 1920 þá sem sagt Farsóttahús Reykjavíkur stofnað í húsinu, Farsóttaspítali og þaðan sem sagt kemur þetta viðurnefni sem á húsið hefur svona haldið til þessa dags og Farsóttaspítalinn svo rekinn hann fram yfir miðja 20. öld. 1920, að spænska veikin var hvað 1916? 1918, já, þetta er afleiðing af því. Þetta sennilega hluta til, þá svona ítir hún á eftir, en það líka skýrist af því að það verður dálítið mikil svona, já, einhver leiti svona stefnubreitingarna og eftir aldamóti 1900, að fyrir 1900 þá ekki til staðar einhver svona víðtækt kerfi til þess að bregðast við farsóttum. Þannig að þegar það koma upp einhver svona smitsjúkdómar, þá svona dálítið takmarkaðar aðgerðir sem þetta fari líka bara því það eru fáir læknar og svona. En síðan þarna eftir aldamóti 1900 þá bara það farið að setja lög og það verður til svona miklu víðtækara kerfi til að bregðast við þegar farsóttir koma upp. Það sóttvarnalög eins og við bara sóttvarnalög nákvæmlega og það verður tilkynningarskylt þegar ákveðin sjúkdómar koma upp og það er að fara í ármessíslu og já, það hægt að setja samkomubönn og sóttkvía bara heilu héruðinn og svona. Og þetta kallar náttúrulega svo miklu meiri umgjörð sko, og þar á meðal mögulega til að einangra sjúklinga og það auðvitað bara mjög flókið mál, margir sem búa þröngt og með stóra fjölskyldur í litlu húsnæði og svona, þannig að það vantar svo tilfinnanlega spítalapláss til þess að einangra fólk með smitsjúkdóma, þannig að þetta svona, og svo spænska veikinu auðvitað náttúrulega ákveð svona dramatískur hápunktur. Þetta hús þarna og þessum það nota. Þetta kannski ekki hendur til staðurinn til þess að vera með farsóttarheimili bara downtown Reykjavík? Nei, það
bentu ýmsir á það að þetta væri svona kannski svolítið já, mögulega og svo náttúrulega bara eftir því sem líður á 20. öld þá verður líka náttúrulega æ meira gamaldags að vera með eitthvað svona sjúkrahús í timburhúsi einmitt og í miðbæ Reykjavíkur en það sem líka svona svolítið skondið og kannski típist þegar maður horfir á alla þessa sögu að þetta svo mikið bráðabirgða, allar þessar ráðstafanir eru bráðabirgða ráðstafanir og þegar farsóttaspítalanum komið upp þá svo já, við getum notað þetta til bráðabirgða og svo bara líða árin sko. Já, það verður ennþá fleiri bráðabirgða eftir. Má ég aðeins fara með því aftur á bak til upphafsins? Þetta eiginlega svona áratugirnir þegar í hvað við segjum svona Reykjavík einhvern veginn að fæðast svona þetta fyrirbrigði sem að við getum tengt við. Já. Þannig að verða til svona vísir af kannski svona borgarastjætt eða eitthvað sem hefur svona áhrif á bæjabrægin og hvert samfélagi fer í staðin fyrir kannski bara danski kaupmenn og embættismenn sem stýrðu. Þetta á tímabilu þegar að verða til fríkirkjan og eitthvað sem að vera svona degla. Kanntu að segja mér eitthvað frá þessu svona fæðingu Reykjavíkur? Já, bara eins og segir, þetta svona nútíma, þetta svona ákveðin þróun í átt að einhver nútíma sem eiga sér stað þarna og þetta auðvitað svona betri borgarir í Reykjavík sem að stofna þetta félag, sjúkrahúsfélag Reykjavíkur. Það fólk sem hefur svona einhverju stöðu en hefur ekki alveg fyrirmyndir, þannig að það eiginlega þarf að horfast í spegilinn og ákveða hvað það ætla að verða eiginlega. Þetta er skapandi tími. Já, þetta rosa bara heillandi tími, bara mjög mörgu leyti og bara heimildir sem er mjög skemmtilegt að lesa og svona frá þessum tíma algjörlega og mikið bara sko náttúrulega, miklar svona hugsjónir einmitt það samfélag sem er verið að búa til og þetta tímabil svona og rétt eftir að sjúkrahús Reykjavíkur starfandi, það er bara læknar þar með náttúrulega blanda sér mikið í þá umræðu bara hvernig nýtt og hreinlátt og svona alltaf heilbrigt samfélag sko eigi að verða til Guðmund Hannesson já, Guðmundarnir að berjast fyrir vatnsveitu og skólpveitu og já. Þegar þú horfir á þennan tíma, það er náttúrulega fólk, það er náttúrulega ekki allir í Reykjavík, en það er mikið af fólki sem að upplifir að það sé svona virkir þáttengundur í uppbyggingu samfélagsins. Stundum finnst mér sko svona þegar að vera að ræða samfélag á seinni tímum að það er kannski ákveðið það sem að vantar að við séum í sameiningu að búa til samfélagið sem er á millum okkar. Það er svona eins og þessi hugmynd sé einhvern veginn daufar í dag heldur var þannig áður. Kannski að því eru bara fleiri, ég veit ekki. Já, kannski. Það er hugmyndir í gangi eða? Kannski. Og svo veit ég ekki hvað maður getur sko, það fer náttúrulega eftir líka hvaða kannski tímapunkt maður að tala það náttúrulega þessi aldamótakynslóð er náttúrulega oft mjög tengd við með einhverju svona uppbyggingarhugsunir sko og bara sigur að nást í sjálfstæðsportinu og eitthvað svona en svo og fljótverkarsreiðinguna og já, það er náttúrulega svona þegar byrjar að líða sko eftir aldamótin eins og þetta fyrsta tímabil, það er náttúrulega áður en að fólk er farið að fá kosningarétt meiri hlutinn og áður en að verkalýðs baráttan hefst fyrir alvöru og svona sko Þetta eru borgarastéttin sem að telur sig svona í að stýra samfélaginu. Já, það er það svona á þessu fyrsta tímabili sko. Já. Herðu, við vorum komin í þessu farsóttarspítali. Já. Hvað er það lengi? Sko farsóttarhús Reykjavíkur undir þeim titli starfar alveg til 1968. En það breytist svona aðeins svona eðli spítalans á þessum tíma. Þetta er sem sagt stofnað bara til þess að vera farsóttarspítali. En eins og við vitum, þá eru farsóttir dálítið erfiðar viðfangs af því þær ganga í bylgjum. Þannig að stundum situr kannski upp með tóman spítala og svo allt í einu er hann alveg sprunginn sko. Og það er skortur á sjúkrahúsplássi, þannig að það er mjög fljótlega fyrir að leggja inn aðra sjúklinga og þetta er í rauninni að hluta til Berklasspítali á millistríðsárunum líka. Síðan er fólk með skarlasótt, mislinga og svoleiðis sjúkdóma, það er líka fólk sem fær mænusótt sem að leggst þarna inn. En svo semstu miðja 20. öld þá er ógnin svona af þessum sjúkdómum aðeins farin að hopa. Það er byrjað að bólusetja gegn ýmsum sjúkdómum og í svona kerfisbundið og sýklalyfin er komið til sögunar og svona nýlyf, líka ný berklalyf þannig að það er svona orðið viðráðanlegri baráttan við þessa sjúkdóma. Þannig að þá minnkar í rauninni þörfin á farsóttarspítala og heilsuverndastöðin við Barónsstíg er
byggð þarna upp úr meiri öldinni og þá í rauninni farsóttaspítalinn gerður að geðsjúkrahúsi, svona til bráðabirgða. Ertu að tala bara fljótlega eftir stríðið? Já, þetta svona í kringum 50 og upp úr 50 sem að þeir sjúklingar fara að koma meira inn og svo miðjan 7. áratugin og þá til meðferðar eða þeir kannski geðsjúklingar sem að búið að gefast upp á meðferð eða hvernig? Nei, aðalega til meðferðar og það ekki síst verið að beita raflækningum, raflostum í húsinu. Það þetta byrjar þannig að það eru nokkrir geðlæknar sem að fá aðstöðu bara í húsinu fyrir sína sjúklinga sem eru bara starfandi út í bæ og það eru læknar sem hafa áhuga á þessum nýju aðferðum, þessum sjokklækningum, nýju aðferðum í geðlækningum sem að yfirlæknirinn á Kleppi var mótfallin. Þannig að þetta voru lækningar sem var ekki beitt þar en sumir af þessum sjúklingum fara inn á farsótt og það áfram verið að beita raflostum þar síðan allir þennan tíma sko. Og síðan flytjast þær inn á Klepp þegar að Helgi hættir. Já, ég má segja það og líka á sko geðdeildina í Borgarspítalanum sko, já. Þetta hættir 68. Já, 68. Síðan líða ykkur nokkur ár og þá verður þetta gistiskýli. Það bara strax árið eftir sko. Já, það farsóttahúsinu lokað 68 þegar búið að byggja Borgarspítalan. Og það hafa verið sko tengsl við sko áfengislækningar áður í húsinu vegna þess að það undir geðlækningunum þannig að það voru líka fólk með drykkjuvandamál sem lá þar inni en svo 69 ári eftir að sjúkrahúsinu lokað þá svona hefjast svona kannski fyrir alvöru umræðu aðstæður heimilislausra í Reykjavík og það meðal annars félagasamtök eins og Vernd sem að svona hafa mikinn áhuga á því og það fer þannig að þetta svona hugsun fólk bættan aðbúnað heimilislausra fær augastæða á þessum gamla spítala og neðri hæðin í honum tekin undir gistiskýli til bráðabirgða og það síðan starfar þar til 2014. Og þá eru komið mjög nálægt okkur í tíma. Já, ég fer bara til 1984, svona held mig við bara 100 ár, sko, bara til þess að gera þetta eins viðræðanlegra. Já. Talarðu við fólk sem hafði verið þarna? Ég ákvaði rauninni að fara ekki mikið út í svona munnlega heimildasöfnun, bara því að hún svolítið annars eðlis en að vinna með ritheimildir og maður hefði einhvern veginn þú veist, maður þarf að gera það svolítið systematíst sko, ef maður ætlar að gera það svona miklum krafti. Ég talaði við nokkra, bara svona fáeina einstaklinga sem eiginlega bara raka fjörur mínar og það var nú allt fólk sem hafði einhver leyti tengst húsinu á farsóttahús tímabilinu. Þannig að ég fór ekki í svona markvissa heimildasöfnun þannig. En einhver leyti saga húsins svona, maður gæti sagt þetta væri svona jaðarinn við það, hann færist. Fyrst eru það bara sjúklingar sem að fást við, síðan það farsóttasjúklingar sem áður var litið á sem hættulegt fólk og bara einangrað. Þekktum álsvíkis sjúklingar sem lifðu eiginlega utan borgarmarkanna og svo það fólk sem með geðræna vanda og svo það sá hluti geðsjúkdómana sem heitir áfengis og vín. Þannig að sumuleyti þetta er svona múrin í kringum það hverju mega vera inn í samfélaginu okkar sem að húsið eða ferðast eftir. Já, og það alveg bara svona partur af þessi svona meðvitund þennan jaðar og að skoða hann var alveg partur af þessu verkefni í rauninni frá upphafi. Bókin í rauninni, sko hugmyndin að henni kviknar út frá ritgerð sem ég skrifaði sagnfræðinámi í kúrsi sem hét Fátækt fólk og þar sem við vorum bara að skoða sögu fátæktar á Íslandi á fyrri hluta 20. aldar og ég skrifaði ritgerð unga konu sem ég fann heimildur sem hafði verið lögð inn á farsóttahúsið á 3. áratug 20. aldar með kynnsjúkdóm og var líka mjög fátæk og var þurfti að þykja fátækrastyrk og átti óskilgetið barn og það var svona ýmislegt í hennar lífi sem gerði það verkum að hún var algjörlega úti á jaðrinum og ég hafði aldrei hugsað neitt farsóttahúsið, vissi svona bara hafði mjög óljósa hugmynd þetta hús
fyrir en að ég skrifa þessi ritgerð, en fekk það svona pínu á heilan eftir það. Þannig að, en svo ræturnar af þessu verkefni sko liggja algjörlega í þessu svona að þetta sé eitthvað sem sé áhugavert að fylgja eftir sko. Þetta alveg á mörkunum svona. Þetta hús svona skömm yfir húsinu. Kannski einhver leiti sko, en svo þetta ekki góður staður. Það ekki gott að enda þarna. Eða fara þarna. Nei. Það kannski í fyrstu árunum, en mjög fljótlega verður svo ekki. Sko, já, þetta er auðvitað sko flókin mynd. Ég meina almennt séð myndi maður nú sannlega segja að það var ekki gott að þurfa að fara á spítala sko. Það sækist ekki eftir því. En svo má, þú veist, auðvitað á móti segja og svo getur maður átt við maður getur fengið lækningum eina sinna á spítalanum sko, þannig að spítaladvölin getur verið einhvers konar lausn á erfiða ástandi. En að stórum tíma samfélagi leita á þá sem að fara þarna inn sem svona jaðarfólk. Já. Drykkjusjúklingar, geðveikir. Já. Algjörlega. Fólk með kynnsjúkdóma. Og ýmislegt, algjörlega þar sem að fylgir skömm og það er mjög áhugavert náttúrulega að skoða það einhvern veginn þessa hierarkíu af bara sem tengist þessum svona bara heilsu fólks sko. Alveg klárlega. Já. Og svo þetta náttúrulega saga bráðabirgða aðgerða. Já. Sem svolítið gæti verið Íslandssaga til bráðabirgða. Það var eitthvað bara þegar ég var búin með, ég var komin í 4. kafla og búin að skrifa hann sem sem sagt kistiskíliskablinn og svo bara horfði ég tilbaka og bara, hér er minnstur. Já. Og það er minnstur sem á ekki bara bundið þessu húsi, það er svo margt hjá okkur sem er þannig eða ekki. Jú. Það ekki? Þetta er alveg örugglega ekki bundið við farsóttahúsið. Já. Nú er farsóttahúsið í einkaeigu. Og ég held að veita nokkuð hvað á að gera við það, ætlar fólk að búa þarna? Já, sko, það er bara samkvæmt deiliskipulagi má ég segja, þá er því ætlað að vera íbúðarhús og það var sérst hafin vinna við að breyta því íbúðarhús og svo hefur það nú gengið svona svolítið hægt. Þannig að ég er ekki alveg vissum, ég vonandi bara verður það gert upp og... Að íbúðarhúsi? Já, til dæmis. Þú vilt ekki að það verði svona, að þessi saga verði einhvern veginn tengd húsinu? Eða er ekkert gaman að því, verður svoleiðis stofnanir bara svona dauðar og leiðilegar? Nei, það fyrir náttúrulega bara eftir því hvernig það er gert, sko. Þetta er náttúrulega kannski betri minnisvarði heldur en eitthvað safn getur verið? Safn getur örugglega verið fínt, en maður er nú svona, já, það væri ansi mikið umstang sem myndi fylgja því held ég að koma upp safni. Ég veit ekki hvort það er raunhæft, sko. Herðu, þetta er listilega skrifuð bók og þú ert rithöfundur og þú ert skáld. Já. Hvað og ekki ótrúlega afkastamikil, komið að mörgum hlutum. Jú, svona bara. Og merkilegum hlutum. Í ýmsu. Já. Hvað ertu? Ertu skáld, sagnfræðingur, rithöfundur? Ég er bara allt þetta. Já. Og það er ekki vandi að vera allt í einu? Nei, það fer nú bara frekar vel saman, sko. Já. Það er voða gott að vera ljóðskáld, það fer voða vel með öllu, held ég, sko. Já. Og það er þú mútt halda áfram að skrifa svona bækur? Já, alveg bara klálega. Til hamingju með þessa bók. Takk fyrir. Þeir sem hafa lesið hana tala ótrúlega vel hana. Það er bara þannig. Ég hef bara fengið mjög fögur orð, já. Já, til hamingju með það. Takk. Þá segjum við Rauðaborðinu lokið að sinni. Þakka gestum minni kærlega fyrir og ykkur sem að hafa hlustað. Á morgun höldum við áfram að segja fréttir og segja sögur 8:00. Góða nótt.